Dæmi 5.2. 24 volta spennugjafi, 6 ohma viðnám. Hver straumurinn í rásinni hérna? Hvað I hér? Ég hef þetta kannski bara með rauða grænu, með grænu kannski. Blátt gefið upp, hérna, 24 volt. Og hér ómsframálsnýtingurinn. Þetta vaff, U eða vaff, þetta spenna. Og þið setjið hendina yfir þann staf sem ykkur vantar. Og að finna I'ð. Hendina yfir I. I jafnt og deilið viðnámi upp í spennu. Og ég ætla að smetla hérna á start recording hérna í þessu Teams-dóti hérna, maður sjá svona, ok? Og tekur Teams upp líka. Er ekki bara 24 deilt með 6? Fyrirgefðu? Er þetta ekki bara 24 deilt með 6? Jú. I jafnt og U deilt með R, 24 ohm, nei, 4 volt fyrirgefið, 24 volt, deilt með 6 ohm, jafnt og 4 ampere. Þetta með 5.2. Þetta með 5.3. Fáðu spennun uppgefna yfir þessa peru hérna, þetta spennugjafi, eða bara rafmagn í vegnum, og þið fáðu strauminn og þeir að finna viðnámið, R-ið. Hendin yfir R. Viðnámið jafnt og straumur deilt upp í spennu. R jafnt og U deilt með I. U spennan, 220 deilt með straumnum, hérna, 880. 880 Já. ohm. Svona. Þetta og hér gefin upp straumurinn, viðnámið og því að finna spennugjafan. Þið hendið niður U. Spenna jafnt og straumur sinnu viðnám. Þannig að U, hérna bara U jafnt og I sinnum R. Og þetta jafnt og 10 ampere sinnum 50 ohm. 500 volt. Þetta 500 volt. Svona og svona. Þetta eru einfaldar raðtengingar. Þið fáið eitthvað tvennt uppgefið í þessum þrýting hérna, eitthvað tvennt, og þið að finna það þriðja. Og til að þurfi ekki að muna hvernig þið snúið honum, þá teiknið það bara alltaf upp. Svona, U uppi, eða vaff, volt, straumur og viðnám, og setjum svo bara puttan yfir eða hendin yfir, þá stendur aðferðin til að finna staðinn eftir. Þannig að þessi 3 dæmi þurfum allir að hafa alveg á tandurhreinu. Næstu dæmi eru bara í svipuðum dúr. Það er bara verið að æfa okkur í að reikna þetta fram og aftur. Við viljum bara hendast í deknavita hérna. Og nú skulum við kannski bæta við að finna aflið sem eyðist í viðnáminu. Það er bara staumurinn í gegnum það sem er spennan yfir það. Hérna í dæmi 5.5, hérna, þetta er 5.5 hérna. Og hver mikil straumur fer gegnum viðnám sem er 100 ohm þegar spennan yfir það er 20 volt. Spennugjafinn hérna, 20 volt. Svona spennugjafi því batteri, jafnspenna, 20 volt hérna og hér er viðnám. Og það er 100 ohm hérna. Og að finna I hérna. Það er jafnt og eitthvað. Og við skulum líka finna hérna vöttin sem eyðast í viðnáminu. Vött er því resistor, vött í viðnámi. Þannig að til að finna I-ið hér, hendin yfir I. I er jafnt og U deilt með R. Jafnt og 20 volt deilt með 100 ohm. Og nú fáið þið 0, eitthvað. Líklega 0,2, maður sjá, 20 deilt með 100. 0,2 ampere, fáið þið hérna, 0,2 ampere.
þetta er jafnt á 200 milliampere. Þið eru líklega ekki búin að ná þessum amperum og milliamperum. Við getum búið til það töflu hérna. 1 amper er jafnt á 1000 milliampere. Ef að segja 0,2 amper eru 200 milliampere. Ef að segja 0,0 kannski 0,04 amper eru 40 milliampere. Það svona gefur ykkur hugmynd hvernig þetta er. Þetta er þannig að sem sagt, ef hérna væri sem sagt, þetta er ampersætið hérna, hérna er þá, ef það væri 1 hér þá er þetta 1 amper og svo koma 3 sæti hérna. Þessi 3 hérna eru milli og segjum að þessi með 20 milliampere, þá eru 2 hér. Þetta eru 20 milliampere. Þetta er milli. Þetta er M. Ef að við værum með bara segjum 3 milliampere, þá væri það stafurinn hérna. Þetta eru 3 milliampere. Og það er skrifað í amperum 0,003. Hér amperi, það er ekki neitt. Ekkert hérna sem er, þetta verið þú veist 700, 500, þetta er 60, 70 og hérna er 1, 2, 3 upp í 9. Við erum hér, 3 milliampere, sjá svona. Ef við erum með 50 milliampere, þá er það stafurinn í miðjunni hérna. Hann er 50, 60, 70 eitthvað svoleiðis. Þetta eru 50 milliampere. 50 milliampere. Eða 5 hér. Ef það verður 5 hér, þá er það 500. Þannig að stundum er bara þetta hérna best í þetta fyrir, sko, sem dæmi 200 milliampere er 0,2 ampere. Þetta er sko jafnt og 40 milliampere, 0,004 ampere. Og ef við segjum bara 7 milliampere, 0,007 ampere eru 7 milliampere. Svona, þannig að 7 milliampere 0,00, já, það var farið. Ok, þetta er svona kemur smátt og smátt. En hérna sem erum við 0,2 ampere og þetta er jafnt og þá 200 milliampere. Sem væri þá 0,2 svona ampere. Þetta hér er milli. Næstu 3 hérna þetta eru mikró. Það er svona, stafur svona U. En ok, þetta áttu við hérna að finna. Og nú spyr ég ykkur, hve mörgu vött eyðast í viðnum sem hiti? Vött hérna, vött er jafnt á margfeldi af straum sem spennu í gegnum viðkomandi íhlut. Hvaða straumur fyrir hérna viðnum? Jú, 0,2 ampere. Þetta er 0,2. Og hver er spennan þetta hérna viðnum? Sama spenna og hérna er spenningjáðan. 20. Og þetta saman, er þetta ekki 4? Þannig að sjá. Jú, þetta eru 4 watt. Þetta eru 4 watt. Þannig að í þessu dæmi hérna, áttu að byrja að finna strauminn, deiliði, hendinu í hérna, og svo farið þið hingað, fyrir hendinu við vött. Vött er jafnt og straumur sem er spenna. Svona. Þannig að, já, getið þið fundið þetta og tökum bara annan dæmi og gerum það sama. Finnum bæði það sem beðum í ómslámálinu og svo finnum við vöttin sem eyðast í viðnáminu. Það er alltaf margfeldi á straumnum í gegnum viðnámið sem er spennan yfir viðnámið. Dæmi 5-6 hérna. Hve mikill straumur fer Já, þetta er bara sama. Tökum við það 5-8, þetta er allt eins. Tökum við það 5-8, hve stórt viðnám hefur pera
sem framleitt fyrir 230 volt en notar 230 milliampere. Hér eitthvað rafmagn hérna, þetta reiðspenna, þetta jarðspenna, það skiptir engu máli hjá okkur hvort við erum með. Og hér pera svona hringur með X í, þetta því ljós. Og hér vitum við að hérna eru 230 volt hérna, þetta bara eins og í tenglum heima hjá okkur, 230 volt AC, það því reiðspenna, alternating current, sem fram og tilbaka strömmur. Og strömmurinn á ásinni, hérna, 230 milliampere, þetta sama tala, það veitir nógu gott. Já, ok, 230 volt og 230 milliampere. Hvernig myndum við skrifa þetta í amperum? Í amperum, hérna, þetta jafnt og 0,23 ampere. Það má hafa 0 hérna yfir líð, 0,230 ampere eða 0,23, það er sama talan. Þannig að svona þetta í amperum, við þurfum að hafa þannig í amperum. Ef við erum í voltum, þá þurfum við að vera í sömu einingakerfinu. Milliampere, þá millivolt og ampere í voltum og svona á móti. Þannig að til að finna hérna, R-ið hérna, viðnámið, R jafnt og U deilt með I, þetta í voltum og þetta í amperum. Þið getið líka að skrifa þetta hérna, 230 sinnum 10 í mínus þriðja. Milliampere þýðir bara 10 mínus þriðja. Þið ráðið hvort þið breytið þessu yfir í ampere svona eða setjum þetta inn svona. Spennan hérna 230 volt og ég ætla að nota þetta í amperum bara því að fyrst að fara að stýra það. Þetta eru 0,23 ampere. 230 milliampere eru 0,23 ampere. Og þetta gefur ykkur 100 ohm eða eitthvað fórið sjálfsagt. Sjá, 230 deilt með 0,23 gefur ykkur 1000, já þetta 10. 1000 ohm. Svona. Þá vitum við að viðnámið í perunni hérna, peran, hún 1000 ohm þegar hún logar og straumurinn 230 milliampere eða 0,23 ampere. Og þá eins og áðan, hve mörgu vött eyðast í perunni? Vött pera. Og það jafnt og straumurinn, eða spennan yfir peruna, sem straumurinn gegnum peruna. Spennan yfir peruna, spennan bara ekki á hérna, þetta 230 volt og straumurinn í amperum, hérna, 0,23 ampere. Þetta, spennan, sem straumurinn margfaldað saman, eru vöttin. Og þetta þá 230 sem 0,23, 52,9 vött. 52,9 vött. Raðtenging sem við vorum með núna áðan, sem að séu með bæta það við tveim viðnámum hérna, svona. Við komum aðeins að halda áfram með raðtenginguna. Sem að hérna séu bara 12 voltina og hérna séu bara, segjum bara 60 ohm og hérna 20 ohm. Og ég spyr ykkur, hver spennan yfir þetta viðnám hérna og hver spennan yfir þetta viðnám hér. 12 volt yfir þetta saman, þá vitum við að hér einhver spenna og hér einhver og hún samanlögð 12 volt. Við búum til nýja mynd með einu viðnámi og finnum strauminn í gegnum það. Sá straumur hér í gegn og hann líka hér í gegn og hér í gegn. Og þá vitið þið tvennt þetta viðnám, vitið strauminn og hvað mörg ohm, finnið spennuna. Þetta viðnám, þess að þessi töfun samanlögð eru 80 ohm hérna, 60 pluss 20, 12 volt hérna áfram hérna. Þannig að straumurinn hér í gegn I jafnt og U deilt með R jafnt og 12 volt deilt með 80 ohm og þetta eru ykkur 0,1 ampere. 12 deilt með 80
Þetta eru 0,15 amper. 0,15 amper sem jafnt á 150 milliamper. Og það vitið þið þetta hérna. Straumurinn hér inn er 0,15 amper. Við bara hafa þetta í amperum og sá straumur er hér niður líka, hérna. 0,15 amper hér, hérna 0,15 amper og hérna 0,15 amper. Sami straumur og líka gegnum batterið að spennandi á hann, allstað sami straumur í gegnum þessa rás. Raðtengd rás, eða seríutenging á enskunni, sami straumur er á svona alltaf. Og núna getið þið fundið spennuna auðveldlega. U-R-1, spenna, resistor 1, spenna yfir viðnám nummer 1. Það er hérna, þannig er R1 hérna og R2. R er alltaf viðnám, það þýðir enskunni er resistor eða resistans, sem þýðir viðnám. U-R1 er jafnt og, hendin yfir U, straumur sinnum viðnám. Er I sinnum R og straumurinn 0,15 amper. 0,15 amper sinnum viðnámið, 60 ohm hérna. 60 ohm, fáðu eitthvað tölu og þetta er í voltum. Og finnum hérna, U er 2, spenna, viðnám 2, er jafnt og straumurinn gegnum það. Sinnum viðnámið sjálft, 0,15 amper sinnum 20 ohm. Svona, fáðu ykkur að spenna hérna út. Nú bara sláum við þetta hérna inn. 0,15 sinnum 60. Þetta eru 9 volt hérna. Vitið þetta? Hér eru 9 volt. Og hérna 0,15 sinnum 20. Þetta eru 3 volt hérna. Samtals 12 volt. Spennufallið hér yfir, hérna voru 3 volt og hérna eru 9 volt. Við tekjum voltmæli, setja hérna yfir, mælið hérna 3 volt, mælið hér yfir, annað verið fyrir hér, hinn fyrir hér, 9 volt. Samanlögð 12 volt. Þetta er svona, já, þetta kunni hérna með einu viðnámi. 2 viðnám, byrjið á að búa til nýja mynd, einu viðnámi til að finna strauminn í gegnum það viðnám, sami straumur og gegnum þetta hér. Þetta er í raun bara, þetta viðnám skiptir tvennt. Og það fannst það gegnum það bæði. Og svo núna skulum við finna hve mikið afl eyðist í viðnáminu R1. Vött sem eyðast í R1. Það er jafnt á U-R1, spennan yfir R1, sinnum straumurinn í R1. Þetta er bara spenna yfir R1 hérna, sinnum straumurinn í gegnum R1. Og þetta er þá jafnt og, sjá, straumurinn, altså spennan, 9 volt þetta, er jafnt og 9 volt, sinnum straumurinn 0,15 amper í gegnum þau bæði og þetta gefur okkur tölu sem er vöttin sem eyðast hér sem hiti og þetta er þá jafnt og 0,15 sinnum 9 1,35 watt 1,35 watt hér. Þannig að ef þið eru komin með þetta dæmi hérna þá eru þið bara í góðum málum. Þá eru komin með raðtengingu með 2 viðnámum alveg á hreinu og aðferðin er mjög einföld. Þið byrja að finna heildarviðnámið, heildarstrauminn, sá er sami sem hér í gegn, hann fyrir gegnum bæði viðnáminn, það vitið tvennt hvort viðnám, vitið strauminn og hvaða mörg ohm. Þið fundið spennuna yfir það og spennuna hér yfir. Þið fundið allt, vöttin sem eyðast hér eða hér. Eru þið að ná þetta okkar? Er þetta að koma? Hvað segir með það?